Jón Atli Benediktsson, prófessor í rafmagnsverkfræði og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands. Nú leiddir þú HÍ í meira en heilan áratug. Hvað er það svona að þínu dómi sem að stendur upp úr eftir alla þennan tíma? Sko, það er þessi umbylting Háskóla Íslands í rannsóknarháskóla, alhliða rannsóknarháskóla. Hún er eiginlega stærst og þetta er sjálfsögðu þróun í gegnum tíðina. En sko, ég kom inn í vísindanefnd Háskólaráðs 1994 og svo var ég orðinn formaður 1999 og svo fer ég að vinna mjög náið með Kristínu Ingólfsdóttur en hafði unnið með Páli Skúlasyni þar á undan og reyndar Sveinbjörn Björnsson er sá sem setur mig í vísindanefndina. Svo ég hef unnið með mörgum rektorum og þessi breyting sem verður þarna þegar doktorsnámið kemur inn, hún er stærsta breytingin. Og svo sjáum við líka þetta með erlendu nemendurna að Háskóli Íslands er alþjóðlegur háskóli, verður sem sagt alþjóðlega væðingin kemur þarna inn og Háskólatorgið er opnað þarna 2007, kemur þessi miðjupunktur og við sjáum bara lífið á torginu. Þetta skiptir allt svo miklu máli og háskólinn hefur bara verið á góðri siglingu. Ég kalla þetta nú bara sigurgöngu, sögu Háskóla Íslands alveg frá byrjun, en á þessari öld þá eru þessar breytingar helstar. Það er sem sagt þetta með rannsóknarnámið, það er með alþjóðavæðinguna, en síðan má segja til viðbótar að í okkar stefnumörkun þá höfum við verið að leggja áherslu á kennslumálin, kennslukerfi, alls konar rafvæðingu og til að mynda miðlun. Við sitjum hérna í þessu fína stúdíói, hvort sem það má segja hér í þessu viðtaliðri, en það hefur allt gerbreyst og það er bara að mínum að þetta er mjög gott að vera hérna, gott að vinna og bara frábær andi í skólanum. Jón Atli, kennslan er auðvitað af að brýna háskólastigi, það sjá allir. En rannsókninar, hvaða máli skipta þær ekki bara fyrir háskólan, þetta líka fyrir kannski bara samfélagið? Það er þessi þekkingasköpun sem skiptir svo miklu máli fyrir okkur. Háskólar í eðli sínu eru þannig að þeir eru ekki bara að miðla því sem kemur úr einhverjum bókum eða núna á vefnum. Þeir eru að miðla þetta af einhverju fólki sem er í hringiðunni. Og það sé að skapa þekkingu sjálft með nemendum og það má aldrei gleyma því að nemendurnir, þeir eru líka gerendur og á öflugra nemenda þá værum við ekki með öflugt rannsóknarnám. Svo að þessi þekkingasköpun í rannsóknarháskólum, hún er algjört lykilatriði og maður getur sagt, já, einmitt, en er ekki alveg sagt að gera það einhvers staðar annars staðar? Það er gert annars staðar, en við verðum svolítið að hugsa okkur, bæði þá það sem snýr að okkar samfélagi og sögu og menningu, en líka bara í vísindum og bara vera þáttakendur, vera gerendur í þessu frekar en bara vera að taka á móti. Og þess vegna eru rannsóknirnar alveg ofboðslega mikilvægar og það eru komið alls konar uppgötvanir sem koma bara hérna frá okkur, greinar sem eru birtar í vísindatímaritum sem vekja athygli frá okkur og það skiptir máli vegna þess að þá er Háskóli Íslands sem sagt meira aðlaðandi sem samstarfsaðili en líka þannig að við erum að stækka íslenska menntakerfið með öllu þessu samstarfi og ef við horfum á vísindagreinarnar sem eru komað frá okkur, 3/4 af þeim eru í samstarfi við aðrar þjóðir, getum við sagt, svo við erum þáttakendur, við erum ekki afskipt, við erum með, það skiptir máli. Háskólinn hefur sett sér í tvígang undir þinni stjórn stefnu. Hvernig hefur gengið að fylgja þessari stefnu? Í stefnumótuninni þá er það þannig að við bara veltum öllu upp og ákveðum hver eru helstu verkefnin. Og ef það væri ekki stefnumótun, maður getur horft á það þannig, þá væri ekki alveg ljóst hvað er brýnast. Þá eru náttúrulega mörg verkefni sem við ákváðum að fara í, en svo koma upp ný verkefni eins og gervigreindin til dæmis er orðið miklu meira afgerandi en hún var og það þarf að bregðast við einhverju. En
til að mynda ef við bara horfum á stefnumótunina og þessi rafrænu kerfi, kennslukerfin og þess að þar, Canvas innleiðingin og Inspera prófa kerfið. Ef við hefðum ekki haft þetta þegar COVID kom, þá hefðum við verið í mjög vondum málum. Svo við getum bara sagt, þarna er bara bara varða, eitthvað sem við getum bent á að skipti máli varðandi stefnumörkunina. Og svo getum við líka farið aftur, til dæmis á tíma Kristínar, þegar hún leggur svo mikla áherslu á þetta með doktorsnámið. Það var ákveðið og þetta voru svona, við getum sagt háleit markmið, en það var ákveðið að fara í það að efla doktorsnám við Háskóla Íslands og ég lít svo á að það hefði verið kannski sú ákvörðun eða stefna sem skipti mestu máli fyrir okkur á þessari öld, að það voru settir peningar í það, Háskólasjóður Eimskipafélagsins kemur þarna inn, við gerum samningu stjórnvöld og fáum fjármagn inn í rannsóknarnámið og það þýddi það að það var hægt að taka fleiri nemendur inn sem voru styrk og það leiddi af sér að brautskráðust fleiri, það komu fleiri vísindagreinar og alltaf háskólinn bara tiltölulega stuttum tíma breytti sér, getum við sagt, sko. En varðandi kennsluna og í seinni stefnum höfum við verið að hugsa kennsluna meira á samfélagi og þess þáttar og við erum kannski með allt undir, en allt, það er bara innan gæsalappa vegna þess að það er miklu meira heldur en allt, sko, sem er mögulegt að gera. Svo að leggjast á árarnar saman, heyra hvað er mikilvægast og bara svo fara í þau verkefni, það finnst mér vera mjög bara góð ákvörðun, en það þýðir ekkert að við náum árangri í öllu sem við erum að gera, en vinnan heldur síðan áfram. Háskóli Íslands er mjög stór á íslenska mælikvarða, þótt hann sé kannski smári sniðum með margt sem við þekkjum frá útlöndum. En þetta er flókið samfélag og hvernig er að halda utan svona mikinn háskóla? Rektorinn er alltaf yfirmaður ríkisstofnunar, en háskólinn er þannig uppbyggður eins og við erum að tala þetta með akademíska frelsið og fagmennskuna sem er annað gildi hjá okkur, jafnrétti sem er þriðja gildi, að við vinnum þetta allt saman. Það er bara þannig og rektorinn er þá mest að vinna með forsetum fræðasviðana og aðstoðarrektorum og háskólaráði og miðlægum sviðstjórum. En svo eru stjórnendur náttúrulega þessara sviða að stýra sínu fólki og ég held að okkar stjórnskipulag sé bara gott vegna þess að þetta er svo dreifð stjórnun. Ef þú lest lögin þá er rektorinn eiginlega ábyrgur fyrir öllu og ef maður fer að hugsa þá er það svolítið þungt. En þetta er svo dreift og með þessari breytingu sem var 2008 að komu fræðasviðin inn, ég meina það er ekkert í heiminum gallalust. Ég meina það þýðir það að þau eru svona ákveðnar eyjar inni, en það gerir þetta auðveldara stjórna að hafa þetta svona. Og ég hef lagt til dæmis áherslu á það að hitta til dæmis miðlæga sviðstjóra oft, bara til þess að vita hvað er í gangi. Það er svo margt í gangi. Rektorinn getur ekki haft yfirsjón yfir allt, eða yfirsýn yfir allt. Svo að það að stýra, þetta byggist mjög mikið á treysta fólki, bara geta unnið með því, við erum í þessu saman og ég hef ekki bara upplifað þetta öðruvísi, þetta hefur bara verið mjög gaman, svo að ég er bara mjög ánægður með þetta. Háskóli Íslands hefur verið í fremstu röð þann tíma sem að þú hefur leitt skólann. En á sama tíma þá hefur þú verið í fremstu röð vísindamanna í heiminum á þínu sviði. Hvernig fer þetta saman að vera stjórnandi í svona stórum háskóla og vera síðan leiðandi í rannsóknum á sama tíma? Málið er að
þetta náttúrulega allt bara samstarf og ég meina bæði innan skólans og utan og sko minn ferill markast svolítið af því og ég meina Háskóli Íslands hefur hjálpað mér mjög mikið, ég vil bara segja það sko, þessar breytingar sem ég lýsa þær hafa haft áhrif á mig persónulega. Ég væri ekki eins öflugur í rannsóknum bara í alþjóða samhengi nema úr því að Háskóli Íslands gerði þetta að sínu forgangsmáli að gera Háskóla Íslands að rannsóknarháskóla og með öllu því sem fylgdi. Þá urðum við einhvern veginn með. Og svo ég gamall ritstjóri líka. Það svona ýmislegt sko sem maður lærir í gegnum tíðina sko. Fara í félagslífið í menntaskóla, taka þátt í stúdentapólitíkinni og taka þátt hérna í vísindastarfi, bæði í námi og síðan þegar maður kemur til starfa. Þetta, sem sagt eins og þetta ritstjórastarf og ég í alls konar ritnefndum líka og allt það. Það þýðir að maður alltaf með og maður með rosalega tengingar. Maður getur unnið með fólki og líka maður getur sem sagt maður nýtur trausts sem líka það sem skiptir svo miklu máli að fólk vill vinna með manni. Þetta kemur svolítið til manns líka sko. Ég hef ekki verið sko á þessum tíma með einhver rannsóknarverkefni svona í það minnst í seinni tíð sem ég hef verið að stýra en ég með. En núna ég tilbúin að koma og fara að stýra svo ég algjörlega, finnst mér sko vel í stakk búin til þess að koma út úr þessu embætti bara, svo ég hef haldið mér svolítið við, ég hef verið í líka alls konar nefndum hér og þar sko, sem bara sjálfboðaliða starfi, ég lít svo á að rektorinn, sem sagt, hann stjórnandi stofnunar, en líka svona, þarf að vera akademísku leiðtogi, að ég hef svona reynt að uppfylla það með því að halda mínum tengslum, en ég líka hugsa sko, hvað gerist eftir ég fer út. Svo að með því bara skipuleggja sig vel og hafa svona ástríðu fyrir því sem að gera, þá hefur þetta gengið upp. Jón Atli, þú ert vísindamaður í fremstu röð, en svo ertu með svona ýmsa hliðarstrauma, til dæmis tónlistina. Ég veit að þú varst einu sinni pönkari og kannski ennþá, og mikill Beatla-aðdáandi. Hvernig kom þetta allt til að þú var svona hallur undir tónlist? Við vorum svo hrifin af Beatlunum, það bara þannig. Og við alltaf áttum ekki neitt, sem sagt þannig við hlustum bara útvarpið sko, enga græjur til þess að spila og svo koma frændi minn sem bjó líka í húsinu þetta einhver tíma með svona segulband sko og sagði nú getum við bara hlustað á Beatlana allan daginn sko og svo var systir mín, semst mamma var mjög mikill gerandi í þessu líka, mjög áhugasöm þetta, pabbi var á sjónum á sumrin og við sendum honum svona lög sko, þetta á þeim tíma þegar við vorum ekki með neinar græjur og eina leiðin sem við höfðum áður en segulbandi kom var að hlusta á þetta í útvarpinu svo við sendum inn kveðjur til hans á sjónum sko og fengum þá vel einhver lög, einhver Beatlalög eða eitthvað svoleiðis. Svo ég var alveg rosalegur aðdáandi Beatlana, ég bara sá Hard Day's Night þegar hún kom bara og fólk trúir þessu ekki en ég bara ég bara heillaðist og til dæmis I Should Have Known Better, þetta lag sem þarna bara ótrúlega flott sko, þetta hafði svo mikil áhrif á mig og þetta bara einhvern sogaðist inn og síðan sko systir mín, hún átti vini sem voru með alls konar plötur þegar sem sagt, ég eignast plötuspilara og mér langaði bara svo vita mikið um tónlist og þá einhvers konar pop, rock, jazz eða eitthvað svoleiðis, það eiginlega mitt sko og svo punkið, þetta var nú bara komið þarna 76, þetta var alveg svolítið þreytt þetta hard rock eins og það var kallað sko en ég mjög mikið Deep Purple maður var það alveg og ég var með þess að hlusta á það í morgun sko og ég var bara ótrúlega þetta flott þetta einhvern veginn bara í blóðinu það bara mjög erfitt að eiga við þetta en svo fer ég til Bandaríkjanna og þá miklu auðveldar að afla sér platna, LP-platna og síðan geisladisk og allt það og ég þannig gerður að ég vil einhvern veginn setja mig inn í ferla. Ég nefni einhver lög sem eru frábær sko, en ég vil líka vita svo mikið og það náttúrulega ákveðið vandamál sko. Þá þarf maður að eyða svo miklum tími að hlusta. En þetta hefur eiginlega alltaf verið með mér og mér finnst bara tónlist alveg ofboðslega gefandi.
og svo var eitt prójekt sem ég kom til starfi á Háskóla Íslands og var reyndar að byrja að hlusta á Frank Zappa og ákvað bara að kaupa katalógin, þeir voru 60 geisladiskar í Bandaríkjunum og ég meina það bara mikið mál að setja sig inn í eitthvað svona sko. Þá er mikill Zappa-maður Kolbeinn Árnason sem var að vinna á upplýsing- og merkjafræðistofu hjá Verkfræðistofnun og við ákvaðum að gera tillögu útvarpsþætti Frank Zappa og bara fórum og töluðum við Stefán Jón Hafstein á Rás 2 og hann samþykkti þetta. Svo datt okkur allt inn í hug, sko, við náttúrulega aldrei gert þetta áður, sko. Reynum ekki að reyna að fá viðtal við Frank og jú, það er bara sniðugt og svo fengum við viðtali og Stefán sagði ef þið getið gert það þá fáið aðeins 1 klukkutíma til viðbótar eitthvað þessar og þetta var alveg ótrúlega gefandi að tala við hann. Þetta er bara einu ára áður en að deyr og bara til dæmis þessi tónlistamaður hann var ótrúlega hæfileikaríkur og bara það er eiginlega úrskiljanlegt hvað hann gat afkasta miklu og ég bara eftir þetta viðtal hvað þetta var gaman svo má nú ekki úr því við erum að tala þetta með tónlistina sko, mínar stóru hetjur þarna eru The Fall ég hef nú ekki minnst á það í þessu viðtali algjörlega heila þeim sáða nokkur sinnum á Íslandi og Bob Dylan mjög mikill aðdáandi hans og pældi mikið í textónum og þess aftar sko lýríkinni en svo eins og þú sagðir áðan þá ég náttúrulega eiginlega með svo margt sko. Talandi tónlist, það til saga af því þegar Charlie Watts heitinn fyrrverandi trimbill Rolling Stones þegar hann kom heim af tónleikaferðalagi og var með stjörnustæla þá lét konan hans hann bara þrífa bakarofnin til að ná henni niður á jörðina. Nei, það er bara gott. En ég tel mig nú ekki vera mennina stjörnustæla svo að ég vona að það sé bara rétt. Jón Atli, nú erum við að sjá gríðarlegar samfélagslega breytingar og samhliða COVID á spruttu hreyfingar víðum heim sem að voru og eru algjörlega andsnúnar vísindum. Vísindin leita sannleikans, rannsóknirnar. Hvernig geta háskólarnir varið sig í þessari stöðu sem að koma upp núna? Já, ég meina þetta náttúrulega ekkert nýtt sko, þetta náttúrulega búið að vera, þekkingin þannig að ef þú vilt ná einhverju fram þá kannski viltu útiloka eitthvað vísindalegs eðlis vegna það getur skemmt fyrir því sem þú vilt gera og þekkingin bara, við hefum sagt einmitt bara gjaldmiðill framtíðarinnar, við notum þessa frasa sko en ef þú ert sem sagt vilt ná einhverju fram þá sem andstætt vísindunum þá leiðin kannski að gera þau tortryggileg en sko sannleikurinn á að felast í vísindunum og náttúrulega það ekkert að því að gagnrýna vísindalega niðurstöður en það þarf þá að gera það faglega en svo náttúrulega blandast ýmis konar pólitíkin í þetta svo það getur verið erfið staða en mín sýn á þetta að þetta ekkert að gerast í fyrsta skipti í veraldarsögunni við þurfum bara að halda okkar stefnu og halda fast í þessi gildi sem þú nefndir og þetta með sjálfstæði háskólana, akademist frelsi, tjáningafrelsi, þetta alveg gríðarlega mikilvægt. En við vitum til dæmis í ráðstjórnaríkjum eða einræðisríkjum eða eitthvað þess þá vegið að þessu. Og í lýðræðisríkjum þá það nú bara þannig að það kemur ein stjórn og svo kemur önnur einhvern tíma síðar sko. Við þurfum líka að sýna svolítið þolinmæði sko, en standa saman fyrir sannleikann og vísindin. Það finnst mér vera mjög mikilvægt. Jón Atli, háskólinn gengi í gegnum ýmislegt þann tíma sem að þú hefur leitt skólan, meðal annars COVID sem hafði verulega áhrif á allt hérna. Hvernig gekk að takast á við þessa mikla áskorun og svona leiða skólan út úr þessu?
hvernig þróunin var sko fyrst einmitt þetta kemur ekki til okkar þetta bara í Kína eða svo bara kemur þetta allt í einu eins og það gerðist og það sem var nú kannski sem mér fannst svo mikilvægt að öryggisnefndin okkar hún var komin strax með áætlun hvernig ætti að takast á við þetta og svona frumkvæði ég meina það einstaklingandi sína og þarna ákveðin hópur skiptir svo miklu máli og þá vorum við með plan og við bara héldum okkur nokkurn veginn við planið það var mikilvægt og það er náttúrulega alltaf einhverju svona variantar á þessu sko og það sem gerðist þarna var að við unnum bara mjög þétt saman þá það rektor og forsetafræðasviða, stjórnsýslan og stúdentarnir og fórum nú eftir bara góðum ráðum frá þeim sem voru að stýra og mér fannst það bara mjög vel gert og svo eitt af því sem við ákváðum að gera og mér fannst nú markað samskiptasviði vinna það einstaklega vel að senda tilkynningar mjög reglulega upplýsa fólk hvað var í gangi svo að á endanum þó að það væri svona svolítið skjálfti til að byrja með og þetta var erfitt bæði þá fyrir kennsluna og fyrir nemendur að fóta sig í þessu og fyrir kennarana og okkur öll þá bara gekk þetta bara vel myndi ég segja og ég myndi segja bara stýra á þessum tíma það bara að vinna með fólkinu, hlusta á sjónarmiðin halda sig við stefnuna og þarna var hún bara fín og við vorum bara með þetta ef þetta og þetta gerist þá þarf að gera þetta hlusta á yfirvöld og ég myndi bara segja svona þetta hafi tekist vel og Háskóli Íslands kom bara þokkalega út úr þessu en þetta var erfitt, það alveg á hreinu en aftur þessi kerfi sem ég nefndi þarna í upphafi að við vorum komið með þau það þýddi að það þurfti náttúrulega að hraða innleiðingunni kennararnir þurfti að setja sig meir inn í þetta og nemendurnir fara að nota kerfin en þetta gekk bara vel og það bara að vinna með fólkinu og það alltaf mitt mál, ég vil vinna með fólki ég vil ekki vera bara að taka einhverja ákvarðanir sem eru mínar ákvarðanir sem eru þannig að allir aðrir eru óánægðir með þær ég vil að ef það er þannig þá þarf ég að ræða við fólk og fá það með en þarna unnum við bara öll saman og það bara alveg merkilegt það voru ótrúlega lítil gagnrýni á hvað við vorum að gera innan Háskóla Íslands ég meina það má alltaf gagnrýna ákvarðanir en það var mjög lítið nemendur voru aðalega bara svona áhyggjufullir hvað að gerast fyrir mig og það bara eðlilegt sko Ef við snúum þessu spjalli núna allt öðru fótbolti ég veit að fótboltin þér nærri hjarta segðu okkur aðeins að því sko þetta byrjaði nú á því að systir mín tók mig bara þegar ég var 9 ára inn á æfingu hjá Fram og það voru fullt af strákum og hún ýtti mér inn sko og það var á gamla Framvellinum við Skipholtið sko alveg ótrúlega skemmtilegt að vera þar sko og ég bjó við hliðina svo að og við vinirni vorum bara eins og gekk á þessum tíma alltaf að spila fótbolta sko. Svo Fram þarna 1900 upp úr 1970 það sko mitt lið sko og bara þú veist þegar ég fór á alla leiki og ég man þegar ég var 20 1980 þá var Framleikur ég ekkert að celebrera nema að horfa Fram og ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það við vinirni fórum sko svo að það var fínt sko en svo kom enski fótboltinn og þetta kemur líka með getraununum þær að byrja þarna og pappi hafði svolítið áhuga á því og mér fannst líka svo skemmtilega allir þessi búningar og þessi mismunandi staðir og eitthvað svona sko mér fannst þetta svo gaman og ég byrja að horfa á þetta og ég byrjaði nú að halda með Everton 1 ár Alan Ball og Joe Royle svona alltaf sitt í maður líka sko. Mér fannst þetta ofsalega skemmtilegt og þeir komið til Íslands, ég sá það spila og svo var sjónvarpið, þetta var svart-hvít og leikir sýndir 1 viku síðar en mér fannst svo margt í þessu sko, búningarnir, ég er mjög upptekinn af búningum átti fullt af búningum frá alls konar liðum svo skipti ég nú reyndar yfir í Liverpool 1972, það var nú áður en blómatímabilið þegar byrjaði sko og hélt mikið með þeim sko
En svo bara undir lok, semst í byrjun 1990 þá erum við svo þreyttur á þeim. Þetta er svo leiðilegt að halda með þeim. Og sérstaklega aðdáendurnir, þeir voru svo kröfuharðir. Það þurfti alltaf að vinna. Svo ég ákvað bara, semst að þegar Manchester City sigraði Liverpool í ágúst 1991 á Main Road 2-1. Bara heyrið þetta í hrettanum, já, ég er hættur. Ég held með Manchester City og ég haldi með þeim síðan og það hefur alveg verið frábært. Fóru niður í 3. deildina gömlu og ég bara einhvern veginn hef svo mikla taugar til þess klúbs. Svo það er bara mitt lið og bara, sko, líka þegar ég held með Liverpool, ég hef engan áhuga á þeim, ég er bara áhuga á City, sko. Svo að líka það er svo gaman með City, sko, og það var svo skemmtilegt að skipta að eiginlega svo margir af þessum góðu leikmönnum sem hefur spilað með, þeir voru svona svo bélið, sko, þegar voru að hætta þá fóru þeir í City og Robbie Fowler og Steve McManaman og alls konar svona David Seaman, þeir allir spilað með City svo maður gat svona haft gaman að því, en svo náttúrulega breyttist þetta þegar þeir fóru að byggja upp og nú er náttúrulega heilmikli peninga komnir inn í þetta og ég meina það er alltaf gaman að vinna, en ég meina aðdáendurnir hafa ekkert með þetta að gera, sko, en þeim finnst gaman að vinna, svo ég er mjög mikill íþrótt áhuga maður, sko, og mér finnst það bara svo gaman og góður fótboltaleikur sem er spennandi og það er alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Fótboltinn rís auðvitað langhæst í sigurunum, hann skiptir svo miklu máli þegar maður er að fylgjast með fótbolta, tala ekki þegar maður er að spila hann. Er eitthvað svona sérstakt sem að þú getur séð í þessum tíma sem að þú leiddir háskólann, sem eru svona eins og sigrar í fótbolta, eða eitthvað svona sambærilegt? Ég vil nú kannski bara horfa þá stærra tímabil, sko. Það er til dæmis þegar ríkisstjórnin gerir samkomulag við Háskóla Íslands 2006, Þorgerður Katrín og Geir Haarde og Kristín. Mér fannst það að vera alveg stórkostlegur hlutur í sögu Háskóla Íslands að þetta var að gerast. Svo kemur reyndar hrunið og þetta er aftengt, en þetta skipti okkur máli upp á framhaldið. Ég vil líka nefna þegar Eimskipasjóðurinn opnast fyrir doktorsnámið þarna á undan og þá er Páll rektor. Það var mikill sigur fyrir Háskóla Íslands. Svo vil ég bara nefna, sko, bara núna á þessu ári þegar við opnum rampan fyrir framan aðalbyggingu. Þetta var eitt af því sem ég hef búin að tala um í langan tíma og svo koma þeir frá römpum upp á Ísland og gera þetta. Það fannst mér frábært, bara þú veist að við séum að huga jafnrétti innan skólans og tryggja aðgengi. Mér fannst það vera sigur, meiri háttar sigur. Og síðan svona þegar við horfum á til dæmis alþjóðastarfið, mér fannst það vera mikill sigur að við fengjum að stýra norrænu háskólasamtökunum, vera þar í formennsku, ég var þar í formennsku í 2 ár. Við höfum alveg verið mjög gæfusöm með alþjóðamálin og þetta með Aurora að við skildum fara þar inn. Við vorum beðin að fara þar inn 2016. Það fannst mér vera mikilvægt og það að við síðan stýrum þessa stórum hluta og okkur er treyst minnsti háskólinn í Aurora. Mér finnst það að vera merkilegt, sko, og mikilvægt. Og svo náttúrulega kannski stærsti sigurinn á mínu tímabili og þetta er bara eins og að vinna meistaradeildina, sko. Það er að við fengum sögu fyrir menntavísindasvið og aðra starfsemi. Við erum búin að tala um þetta síðan 2008 að flytja menntavísindasviði, fá sögu inn í fasteignasafn Háskóla Íslands í nýju fasteignafélagi sem skiptir líka máli. Það er bara stórkostlegt. Og ég vil nú bara þakka stjórnvöldum og öllu starfsfólki háskólans fyrir frábært samstarf. En það eru margt sem hægt að nefna. Hvað er það sem er mikilvægast fyrir háskólarektor að hafa sem gætu þá kannski bara verið svona nokkuð skona skilaboð inn í framtíðina? Bara fylgja hjartanu, hlusta á fólkið, vinna með fólkinu og líka hafa skýra sýn og ég held bara að Háskóli Íslands, eins og ég hef sagt, sé á góðri siglingu og bara maður þarf að gera sig grein fyrir því að þetta er samstarfsverkefni okkar allra
rektorinn fremstur meðal jafningja og að vinna með fólkinu. Ég held að það sé bara það mikilvægast og líka bara halda sig við gildin, akademískt frelsi, fagmennsku og jafnrétti. Þá mun allt ganga vel. Þegar maður sér þig að störfum og veit hvað þú leggur hart að þér og hefur gert, hvernig hefur þér gengið að samræma svona fjölskyldulífið við alla þessa vinnu sem að þú hefur lagt á þig í þágu skólans? Það bara gengur mjög vel. Ég á nú svo yndislega fjölskyldu, Stefanía Óskarsdóttir, kona mín, prófessor í stjórnmálafræði, og bara verið mín stoð og stytta alla tíð og hún hefur hjálpað mér mjög mikið. Og svo ég mína yndislegu drengi, Benedikt Atla og Friðrik, og það bara svo góður mórall hjá okkur, sko. Við erum bara samhent fjölskylda og það bara þýtt að ég hef bara fengið mitt svigrúm, en ég reyni samt, sko, að vera ekki allt of mikið að vinna á kvöldin. Hlutirnir ganga vel bara vegna þess að ég hef svo ótrúlega mikinn stuðning. Það er stundum eitthvað sem akút að gera, en ég meina ég ekki rektor á mínu heimili. Við erum bara góðir vinir og vinnum saman og það er bara ótrúlega mikill stuðningur sem ég fæði þar, sko.